Fræplöntur eru plöntur sem fjölga sér með fræjum. Það eru til plöntur sem mynda ekki fræ, það eru svokallaðar gróplöntur, sem eru mosar, burknar, jafnar og eldingar. En það sem fræið hefur fram yfir gróin er að fræið inniheldur forðanæringu. Þetta er oft einhvers konar svona hnúður. Inn í þessu er okfruma, það er að segja fruma sem varð til þegar frjókornið og eggfruman runnu saman á sama hátt og sáðfruma og eggfruma gera hjá dýrum. Að þá verður til nýr einstaklingur, en það sem er utanum er fræhvítan og hún er forðanæring fyrir fræið. Þannig að þegar fræið fer að spíra, þegar það kemst í hagstæðskilyrði, það gerir ekkert nema komast í hagstæðskilyrði, sem að gæti verið hérna núna í moldinni, þá fer að vaxa upp stilkur og jafnvel smá rót líka, og stilkurinn á honum myndast 2 blöð, stundum 3, þetta er hvort þetta er 1 eða 2 segi, hvort þetta er engínblöðungur eða tvíkínblöðungur, því þetta heita kínblöð. Þessi blöð byrja að ljóstillífa og orkan í að mynda stöngulinn og þessi 2 blöð og smárót kemur úr fræinu sjálf. Síðan þegar laufblöðin eru komin orðin græn, þá fara þau að ljóstillífa, búa til orku fyrir plöntuna og hún fer að lifa sjálf. Þannig að það er breytilegt hvað fræið er í raun og veru stórt. Fræin verða til úr blómum. Og það er misjafnt hversu litrík eða stór blómin eru. Það fer eftir því hvort þau treysta á skordýr til þess að bera frjókorn á milli við frævunina eða vindinn. Blóm sem treysta á skordýr eru litrík og meðan blóm sem treysta á vindinn eru það ekki. Þau eru mjög lítil. Svo er líka mismunandi hvort að plöntur hylja svo fræið sitt í einhvers konar umbúðum. En það heita dulfrævingar sem gera það. Þá er svona kápa utan fræið á meðan berfrævingar gera það ekki. Það eru til dæmis tré sem mynda köngla. Þegar köngullin er í raun og veru eitthvað svona, ef ég myndi saga hann í tvennt, þá liggur fræið bara bert hérna á milli. Köngullin sjálfur verða vissulega, en það liggur bara bert þarna ofan í, það er ekki betur varið en það.